Daginn, komið sæl og verið hjartanlega velkomin á þessa kynningu okkar hér í Sjóvá á þriðja ársfjórðungi 2017. Við höfum þetta eins og venja það að segja ég mun svona opna kynninguna og fara yfir það helsta, síðan mun Ólafur Njáll fara yfir svona dýpri parta í afkomunni, það er að segja af vátryggingastarfseminni og Þórður síðan kynna afkomuna af niðurstöðuna í fjárfestingarpartinum. Ég mun svo koma og súmera það upp eða gera grein fyrir 9 mánuðum uppsafna og svo opnum við fyrir spurningar. En svona helstu staðreyndir varðandi þá þriðja ársfjórðunginn það að það sem einkennir hann batnandi grunnrekstur og auðvitað tap á fjárfestingarstarfsemi sem við máttu búast og þekkt Afkoman því tap upp á 472 milljónir en það sem ánægjulegt í því samhengi að það hagnaður af vátryggingastarfseminni fyrir skatt upp á 500 milljónir. Þar bætingu að ræða frá sama tíma og í fyrra. Það einnig bæting á 9 mánaða tímabilinu veruleg og ég kem betur að því á eftir í lokin. Þetta leggst þá þannig að samsett hlutfall hjá okkur fyrir þennan fjórðung 94,6% samanborið við 95% á þriðja fjórðungi í fyrra. Og það má segja að þessi 2 fjórðungar, þá þessi og sá sami í fyrra, hafi svona verið þeir bestu í því samhengi ef við lítum á nokkuð marga fjórðungar sem hafa fallið til. En það má þó líka segja að vegferðin sem við höfum sýnt og verið á að hún í rétta átt. Nú hvað var að fjárfestingarnar þá fyrir Þórður betur yfir það á eftir. Þær voru neikvæðar upp á 620 milljónir og ávöxtun safnsins á samanskapi neikvæð upp á 2,4% og miklar sveiflur sem einkenna markaðinn á þessu tímabili. Nú tjón á hlutfalli, það 70,5% og það má þá segja það sama það hlutfall og hlutfallið á sama tíma í fyrra. Það svona með því betra sem við höfum séð í nokkuð langan tíma en vonandi vegferðin ekki lokið þar. Nú engin tjón segir fjalli til á þessum fjórðungi. Við höfum gjarnan haldið til haga þegar stór tjón henda og þá sést þess stað í hverjum fjórðungi fyrir sig en engin slík tjón komu eða fjalli til á þessum fjórðungi. Að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Ólafi Njáli með dýpri upplýsingar reksturinn. Sælverði. Nú, Hermann nefndi 472 milljónir tap á fjórðungnum og á móti 858 milljónum í hagnað árinu áður og við erum þarna með tap fyrir skatta upp á 447 milljónir á móti 932 en viðsnúningurinn sést mjög vel í vátryggingastarfseminni þar sem að afkoman þarna vex 100 milljónir á milli árana úr 394 í 499 og síðan öfugur viðsnúningur í fjárfestingastarfseminni þar sem að þessi breyting sést mjög vel og Hermann nefndi þarna að samsetta hlutfallið fer þarna úr 95 í 94,6 og síðan viljum við aðeins gera grein fyrir þessu gjaldtolls hlutfallinu, breytingunni á því og þessir breyting úr 1,58 í 1,48 kemur að hálfu vegna kaupa á eigin bréfum og að hálfu vegna afkomunar. Í 9 mánuðunum þá eru 1330 milljóna hagnaður og á móti 1567 árinu áður. Við sjáum þarna að vátryggingastarfsemin tvöfaldar sína afkomu milli þessara ára meðan að fjárfestingastarfsemin helmingast. Og eins og áður samsetta hlutfallið á réttri leið 101,1 úr 101,1 í 99,3. Þessi breyting sem þarna frá áramótum á gjaldtolshlutfallinu kemur að 2/3 vegna
arðsins sem greiddur var í vor og síðan jafnmikið vegna þess að gjaldþolskrafan og lækkun vegna kaupa eigin bréfa og en á móti kemur auðvitað hagnaðurinn. Nú, okkur finnst við hafa heilbrigðan iðgjaldavöxt og við sjáum að eigin iðgjöld halda áfram að vaxa umfram eigin tjón og rekstrarkostnað sem auðvitað lækkar samstæða hlutfallið. En eins og fram hefur komið þá auðvitað árinu mjög misskipt. Við vorum með slæman vátryggingarekstur í fyrsta fjórðungi en góðan fjárfestingarekstur. En síðan núna þriðji alveg omvendt, bara ágætur orðinn í vátryggingunum meðan hann ekki eins góður í fjárfestingunum. Nú, hérna sést þetta nú myndrænt og hérna svo sem ekki mikið hægt að segja. Við bara, þetta teiknar mjög vel þá breytingu sem að verða. Efnahagsreikningin svo sem ekki mikið hægt að ræða. Þetta svo sem nokkurn veginn allt í föstum skorðum en kannski samt rétt að nefna einmitt þessar breytingu sem verður á eigið fénu að eigið fé lækkar hérna 2,6 milljarða sem einmitt nemur arðinum því að kaup eigin bréfa á þessu tímabili 1300 milljónir svipuð tala og hagnaður tímabilsins. Nú, þá komið að Þórði og fjárfestingahlutanum. Já, afkoman af fjárfestingum á þriðja ársfjórðungi var mjög döpur og þetta svona fyrsti almennilegi lélegi fjórðungurinn frá árinu 2014. Tapið skýrist mestu eða alfarið í raun og veru af skráðum hlutabréfum og það sem við gerðum kannski á fjórðungnum var það að við minnkum við okkur í skuldabréfum, við jukum við stöðuna í hlutabréfum. Tapið á hlutabréfum, skráðum hlutabréfum 875 milljónir og það bil 3/4 af því helgast af 5 félögum sem voru fasteignafélögin 3, Freyr, Eik og Reginn og síðan Eimskip og Síminn. Þessi 5 félög allt félög sem við höfum verið þungi og kannski svona þyngri heldur en gengur og gerist á markaðnum. Það voru óverulega breytingar í óskráðum hlutabréfum. Það var uppfærsla á sjóðum, hlutabréfasjóðum sem við í. Það var ekkert eigin mat frá okkur sem kom þar inn í. Við kannski förum aðeins yfir það sem við gerðum svo í skuldabréfum að líftíminn í lok fjórðungsins var 3,4 ár. Meðallíftíminn, hann hafði verið 4,1 ár í upphafi fjórðungsins og reyndar hafði hann verið töluvert lægri megnið af tímanum en höfðum hækkað hann töluvert undir lok tímabilsins. En eins og þið sjáið að þá kannski svona helstu breytingarna þar að við vorum í safninu við vorum að stytta skuldabréfasafnið, selja út lengri bréf og kaupa styttri og síðan í hlutabréfasafnið var stærsta breytingin að við bættum inn hlutabréfum í Icelandair. Nú, svo fer ég hérna yfir, erum við hérna eins og vanlega með stærstu eignina sem eru það bil 70% af eignasafninu og sem enga stóra fréttir þarna en ég sjálfsögðu tilbúin að svara spurningum hér og eftir. Nú ef við þá aðeins vindum okkur í niðurstöðu fyrir 9 mánuðina, þá kemur þetta fram að hagnaðurinn 1330 milljónir fyrir 9 mánuði og í sjálfum sér hafandi þá hlýtt á Þórð áðan og Óla Njál að ef ég man rétt þá var þetta rétt rúmar 1500 milljónir á sama tíma í fyrra. Þannig að lækkunin þó ekki meiri en svo getur sagt þrátt fyrir skakaföll í fjárfestingapartinum og þá helgast það því eins og Ólafur Njáll nefndi áðan að við erum þá búin að hartnar helminga eða tvöfalda afkom okkar hérna í vátryggingastarfseminni sem ánægilegt og samsetta hlutfallið eins og komið hefur fram þá 99,3%.
Við höfum lýst í nokkuð tíma að við séum á vegferð þar sem að kannski fangar þessa niðurstöðu. Við höfum verið að lýsa því að við höfum verið að vinna með bæði áhættumöt og verðlagningu og við metum það svo að svo vegferð svona rammi það ágætlega inn og höfum væntingar til þess að halda áfram á þessari sömu braut. Og Ólafur nefndi það áðan að heilbrigður vöxtur er góður vöxtur og það að vaxa í eigin tjónum umfram eigin iðgjöld skiptir miklu máli og við höfum líka sagt það við þessi tilefni hér að við erum ekki á nokkurn hátt að leggja áherslu á það að vaxa á kostnað arðseminnar. Það er arðsemin fyrst og fremst sem við leggjum áherslu á í okkar rekstri. Nú fjárfestingartekjurnar það er bara að fara vel yfir þær og lýsa þeim og það má kannski segja að það lýsir þessu ágætlega að þriðji fjórðungur hann eiginlega svona nánast núllaði út annan fjórðunginn hjá okkur í afkomu. Og svona lýsir svolítið ástandinu sem hefur verið þá og auðvitað eins og þetta kannski 1 mánuður þar sem var sínum vestur. Nú við höfum birtum alltaf í byrjun árs horfur og við höfum í okkar tilkynningu fram til þessu ekki sé ástæðu til þess að breyta þeim þrátt fyrir það að fyrsti fjórðungur hafi svona að einhvern nátt allavega vakið spurningar hjá okkur hvort við ættum á einhvern nátt að breyta því þar að segja að þar komu til stór tjón. En miðað við stöðunni eins og hún er núna og eins og síðast líka þá sjáum við ekki ástæðu til að breyta þessum horfum þar að segja að samsett hlutfall verður á bilinu 97-99% og hagnaður fyrir skatta 2,5 milljarður. Við höfum eins og bent á það líka og það kemur fram í fréttatilkynningunni hjá okkur að auðvitað endanlegur hagnaður og sérstaklega af fjárfestingarstarfseminni ræðist af markaði sem við ekki stýrum og svona það þarf ekki að líta langt aftur til þess að sjá að sveiflur eru miklar þar. Við tilkynntum líka í dag breytingar á endurkaupaáætlun okkar sem að gera það verkum að við erum þá hætt endurkaupum í bili allavega. Hvort sem að hún verður endurvækin eða ekki, þá er heimildir klárar hvað það varðar til frekar endurkaupa. En eins og komum við fram þá höfum við keypt í síðustu viku sem þegar við birtum eða mándaginn 1300 milljónir og örugglega hefur eitthvað týnst til í þessari viku og við gerum þá ráð fyrir því að birta á mánudaginn næsta eins og venja hversu mikið hefur þá verið keypt af eigin bréfum. Nú eins og ég segi, vegferðin hjá okkur er þannig að við erum ánægð með vátryggingapartinn í þessu og vonir standa til þess að bæði iðgjaldasetning og áhættumat haldi áfram að styrkja svona grunnreksturinn okkar horfandi fram í tíman. Nú á þessu sögðu þá ætlum við að opna fyrir spurningar. Einhverjar spurningar? Gjör svo vel. Hvernig var svona undirliggjandi vátryggingargreinar að þróast á fjórðungnum síðustu ári? Það er spurt að því hvernig undirliggjandi vátryggingargreinar hafa verið að þróast og við höfum alltaf birt þessa glæru, þar að segja hún er alltaf verið hjá okkur í viðauka og þarna getum við séð svona, þar að segja þessi fjórðungur samanborið við fjórðunginn fyrir ári síðan og þarna getum við sagt að þessi fjórðungur endurspegli ákveðin hátt það sem ég var að segja áðan að áherslur okkar eins og til dæmis í ökutækjum svona vonir standa til þess að við séum á vegferð þar sem er bæting. En þessi glæra bæði fyrir fjórðunginn og 9 mánuðina er í fylgigögnum í kynningunni. Fleiri spurningar? Hvers vegna hættið með endurkaupum? Það er eiginlega í ljósi þess sem við vorum að segja áðan. Það er að segja að okkur hefur gengið bara miklu betur þetta árið heldur en undan gengin ár og ef ég man rétt að þá voru endurkaupin í fyrra 800 milljónir. Árin hinn 2 þar á undan eitthvað í kringu 400 milljónir hvort ár. Þannig að svona þróun markaði hefur leitt það af sér að okkur hefur vegnað bara vel þar og það var það ákveðin stjórnar að stoppa og auðvitað er eitthvað samspil þarna eflaust á milli þess og hugmynda arðgreiðslur. Þannig er hugmyndin þá
Já, hugmyndin í sjálfum sér er svo að það náttúrulega áttur að koma í ljós hver arðgreiðslu getan er og hún náttúrulega ræðst af þá gjaldþolshlutfalli og fleiru og bara afkomunni þessum á fjórðungi ársins og það sem er þá verið að gera er að skapa svigrúm til þess að greiða út arð sem myndast á þeim fjórðungi. Hvað var heimildin há til að kaupa inn? Heimildin var mjög há og hún tók svolítið mið af því að á þeim tíma var ríkið að selja hlut sín í sjóa, þannig að heimildin náði til tæplega 10% og Var það eins fyrir árið 2017? það var eins í prósentu, já. Ég man ekki fyrir 2017. Þetta ár, já, fyrir þetta ár er þetta tæplega 10% og að hámarki 2,5 milljarðar. Og heimildin náði til 18 mánuða. Auðvitað, já, tekur það svo bara mið af. Það getur aðeins svona ríða upp fyrir hvað var markmið gjaldþol? Hvar viljið liggja? Við höfum lýst því að markmið hjá okkur gjaldþol liggi á bilinu 1,4 til 1,7. Og í dag er það hvað, 1,49 þegar ekki? 1,48. 1,48. En nú náttúrulega eignasafni hefur náttúrulega mjög mikil áhrif á það hver gjaldþolskrafan er og þá leiti gjaldþolshlutfallið. Sko, eru þið eitthvað að, nýtið eignasafnið eitthvað til þess að, breytið því til þess að reyna að ná targetingar í þessu gjaldþolshlutfalli eða viljið þið leysa, það í gegnum hættuendurgöngum með byrjaendurgöng eða arðgreiðslur, en skilur, eru mikið að hreyfa eignasafnið með því að horfa á, út frá því hvernig gjaldþolskrafan er að þróast? Eða eru bara með eitthvað vjú á hvernig eignasafnið á að vera? Í sjálfum sér það sem við erum, þetta náttúrulega gefur okkur svigrúm til þess að stilla það af í sjálfum sér, það er bara mjög eðlilegt og auðvitað fjórðungur mun þá eflust taka mið af því. Þannig að ég var að lýsa því þá að þetta er 1,4 til 1,7 sem svona viljinn okkar liggur og þar hefur við, einmitt eins og þú segir, bæði afkomuna og síðan eignasamsetninguna sem við getum hreyft eftir sem rök liggja til, getur við sagt. Og oft hefur það verið þannig á undangengnum árum að við jafnvel erum í fjárfestingum sem að binda mikið fé en þá er bara arðsemin sem að vegur upp á móti bindingunni. Þannig að alltaf er þetta bara matsatrið. Það er áljóst að auðvitað höfum við mikið svigrúm til þess að hreyfa eignasafnið ef á þyrfti að halda. Það hefði alveg verið mögulegt að draga úr hlutabréfastöðum og halda áfram endurkaupum, en þessum er bara eftir þeir ákveður bara að hætta endurkaupum og halda eignasafnið óbreyttu. Já. Og það er kannski sem ég var að segja, með svona tilvísun í sögulega skýringu hvað það var þar. Það okkur hefur bara miðað miklu betur núna heldur en og þóttumst góður getur við sagt í fyrra að hafa náð 800 milljónir í endurkaupum með við veltu á markaði en er þó komin í þessu stöðu núna. Þessi breyting á eignasafninu, hvað er þetta, hver er vigtin á í eiginfjár, í gjaldþolskröfunum? Kannski spurt. Já, það verður að spyrja vigtina í breytingu á eignasafni. Við vorum að meta þannig að hverjar 1000 milljónir í hlutabréfum breytt yfir í ríkisbréf myndi vigta sem 5 punktar í gjaldþolinu, já. Það er svo mikið. Fleira? Í skuldabréfum nokkuð algengur þáttur hjá tengdafélögum allan heim. Það var bara þekkt sem kjarni í fjármagnsskipan þeirra marga. Hinn skráður tengdafélögum hafa gefið út slíka pakka. Hver skoðun ykkar á því að kost og galla hefur för með sér fyrir sjó og gefa út slíkan pakka og ég minna bara ástæðan hver hluta við trúlega mun hærri eftir kjörin á slíku bréfi. Þetta er rosalega löng spurning til að endurtaka aðeins til að reyna að ná út úr henni því sem sagt er að það er kannski spyrja Já, það er verið að spyrja okkar afstöðu til víkjandi skuldabréfa og það séu þá hinn 2 félögin skráð á markaði sem eru með slík bréf og kannski stuttasvarið í því er að þetta hefur ekki verið tekin ákvörðun þetta í stjórn, né hefur þetta borist í tal á hluthafafundum félagsins.
ef ég á að draga einhverju ályktanir af því sjálfur, þá myndi ég halda að kannski fjármagnsskipanir fram að þessu og kannski sterk eiginfjárstaða fram að þessu og ekki meiri útgreiðslur heldur en þó hafa orðið, að það hafi svona leitt til þess að það hef ekki verið metin ástæða til þess að gefa út víkjandi bréf. Síðan geta menn alltaf velt fyrir sér einmitt eins og nefnir sjálfur hver ávöxtunin er annars vegar á eigið fé og hins vegar á víkjandi bréf. Og þetta er þá bara ákvörðun sem að stjórn þarf að bera undir hluthafa hverju sinni. Fleiri spurningar? Eða svara þetta spurningunni? Okay. Nú ef það er ekki fleiri spurningar þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komin og við getum tekið spjall líka yfir kaffibollanum. Takk fyrir.